Dagur eru þrátt fyrir, hetjulega barð og þá voru þeir bara aðeins og hvað, stórir og sterkir. Keflvíkingarnir. Já, útlendingarnir þeirra voru mjög sterkir í teig og við gerðum mjög vel og börðumst þess að við gátum en auðvitað vantar okkur kanna og það hefði verið mjög nothæft í þessum leik. Er það ekki bara vægt til orða tekið? Hann er ógnin hjá okkur inn í teig og meðan hann snýtur ekki við þá er þetta dálítið erfitt. Algjörlega, sérstaklega á móti svona liði sem bara punda boltan inn í teig á móti okkur en ég er samt bara nokkuð bjartsýn og bara jákvæður með frammistöðuna og framhaldið. Við erum að spila fínt þrátt fyrir þetta. Ég ætla ekki að segja að þetta var reddi öllu, það komið kanni inn en það skiptir gríðarlegu máli. Breytir auðvitað máli. Ég svona einhvern veginn bara skil ekki ef ég að segja eins og mér fannst þetta að vera eitthvað svo mikill barningur. Þið þurftu að hafa svo mikið fyrir öllum ykkar skotum en samt er þetta leikur eiginlega allan tíma. Er það bara baráttan ykkar sem að skilar því eða eitthvað? Og ég vil alls ekki fela okkar bak við það að við séum kannalausir því að við erum með góða leikmenn, við völdum að vera bara með einn útlending því við erum með góða Íslendinga og við eigum að geta unnið hvaða lið sem er og við vorum heldur nálægt í dag og ég er bara, eins og ég segi, bara bjartsýn fyrir framhaldið. Þannig að þú ert bara brattur upp á framhaldið, það þýðir ekkert annað. Þetta er ekki drauma byrjun en það er mikið eftir. Algjörlega og bara eins og við erum að spila fínt og það breytist líka bara þegar kannir inn. Mér finnst drullu leiðilegt að vera að tala endalaust eins og þetta sé bara eina. En það vita allir að það breytir. Hann er ógnin inn í teig. Já, það breytir líka bara fyrir okkur bakverðina. Það verður auðveldara þegar það er meiri út og inn leikur. Þannig að vonandi er þetta í seinasta sinn sem ég þarf að tala um þetta mál. Flott, takk.